Sveitarstjóri Bláskógabyggðar segir öryggi á ferðamannastöðum óásættanlegt og hefur óskað eftir fundi með lögreglu. Erlendur ferðamaður lést eftir fall í Brúará í gær. Viðbúið að bæta þurfi við fundardögum fyrir þinglok, segir forseti Alþingis sem felldi starfsáætlun þingsins úr gildi í gær. 6 klukkutíma þingfundi lauk síðdegis þar sem bókun 35 var það eina sem var rætt. Búist við að leiðtogar NATO-ríkjanna fallist á að stórauka útgjöld til varnar- og öryggismála á næstu vikum. Líklegt að afstaða til Rússlands og Úkraínu verði ágreiningsmál. Kannanir sýna að 70% Ísraela eru á móti stríðinu á Gaza, en þó ekki endilega vegna þjáningar Palestínumanna. Prófessor í Tel Aviv segir ísraelska fjölmiðla reyna að verja landsmenn fyrir umfjöllun ástandið. Og elsta planta á Íslandi 500 ára gamalt einitré. Það hóf lífslaup sitt í tíð Hóla- og Skálholtsbiskupa og hefur dafnað síðan í hrjóstugri hraunbreiðu. Komiði sæl. Erlendur ferðamaður lést í gær eftir að hafa fallið í Brúará. Sveitarstjóri Bláskógabyggðar segir öryggi á ferðamannastöðum ekki ásættanlegt. Mikið viðbragð var á vettvangi slissins. Straumvatnshópar voru kallaðir út, auk þyrlu og sjúkrabíla. Konan fannst fljótlega og var úrskurðuð látin á vettvangi. Lögregla vill að svo stöddu ekki upplýsa þjóðerni konunnar þar sem ekki hefur náðst í aðstandendur. Hún var á eigin vegum með vinkonu sinni. Þetta 3. banaslysið í Brúará á jafnmörgum árum. Það liggur fyrir að hún féll í ána þarna þó nokkru ofar. Hvað hefur allir náttúrulega ekki nákvæmlega vitað, en annað eins og staðreynd að hún fellur þann úti. Og staðreyndin svo í okkar fögru náttúru á Íslandi. Hún stórbrotin og getur verið mjög hættuleg og sér í lagi fyrir þá sem kannski þekkja ekki til krafta náttúrunnar. Þarna verður þetta hörmulega slys á svipuðum slóðum og önnur slys hafa orðið, alvarleg slys. En veistu eitthvað til þess að það hafi verið gert eitthvað til þess að bæta öryggið svona út af þessum slysum sem hafa orðið núna á undanförnum árum? Ég þekki það ekki nákvæmlega þarna upp frá, en það liggur reyndar líka fyrir að þarna eru stígar og annað slíkt og sem eru ekki alveg við árbakkann. Þannig að það liggur fyrir að viðkomandi hefur farið út fyrir merkta stíga. Ferðamönnum sem hingað koma hefur fjölgað ár frá ári og hafa landeigendur gripið til ýmissa ráða, meðal annars að setja upp viðvörunarskilti og færa göngustíga fjarri ánni. Eins og sjá má áin straumþung og fossarnir kröftugur eftir því. Víða liggja slóðar alveg upp að á sem við ákveðnar aðstæður getur skapað mikla hættu. Þetta auðvitað mjög sorglegt og við höfum áhyggjur af þessu og við þurfum að leita leiða til þess að reyna að koma í veg fyrir að þetta haldi svona áfram. Það öllum heimil för samkvæmt lögum meðfram ám og vötnum, þannig að það ekki hægt að hindra það að fólk fari þetta svæði, en það mögulega hægt að bæta merkingar eða benda betur á hættuna þannig að fólk gæti sín betur. Já, þannig að þú telur alveg tilefni til þess að það verði aðeins skoðað betur þetta svæði bara til þess að gera það aðeins öruggara fyrir ferðamenn sem náttúrulega að koma. Já, þetta auðvitað ekki ásættanlegt. Við viljum ekki missa hvert mannslífið á fætur öðru í svona slysum. Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hefur óskað eftir fundi með lögreglu til að fara yfir öryggismál. Sjá hvort að við getum komið með einhverjar hugmyndir, hefur lögreglan einhverjar hugmyndir leiðir og bara skoða hvað hægt að gera. Þingfundi var frestað á Alþingi á 5. tímanum í dag. Hann hófst klukkan 10:30 í morgun og aðeins eitt mál komst á dagskrá, bókun 35. Í gær stóð þingfundur í 13 klukkutíma og lauk rétt fyrir miðnætti. Þá urðu 5 frumvörp að lögum. Næsti þingfundur verður á þriðjudag. Og á Alþingi Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir. Já, þó að hvítasunnuhelgin sé gengin í garð, þá mættu alþingismenn alveg galvaskir hingað á þing í morgun og þó að þingfundurinn hafi verið heldur styttri en í gær, aðeins tæplega 6 tímar, þá voru 5 mál á dagskrá, en aðeins eitt þeirra
komst endanlega á dagskrá því hin 4 voru tekin af dagskrá í hádeginu. Það var bókun 35 og umræða máli hófst í gærkvöldi en frumvarpið felur í sér í stuttum máli að ef lagaákvæði sem byggist á EES-samningnum ósamrýmanlegt öðru lagaákvæði skuli hið fyrrnefnda ganga framar nema Alþingi mæli fyrir annað. En við skulum grípa niður í umræðuna á þinginu í dag. Ég nánast örugg á því að samningurinn EES væri kannski ekki aðilar að honum ef að bókun 35 hefði verið innleidd með þeim hætti á þeim tíma og nú á að gera. Við samþykkjum hér tilskipanir og reglugerðir endalaust af því að við vitum það að við verðum að gera það. Það hluti af EES-samningnum að standa við þær skuldbindingar sem í samningnum felast. Bókun 35 ein slík skuldbinding. Þegar Sovétríkin voru hétu, þá kom það skýrt fram í stjórnarskrá Sovétríkjanna, öllum útgáfum, að hvert lýðveldi Sovétríkjanna hefði skýran rétt til að yfirgefa Sovétríkin. Og þeir státuðu sig að þessu, sjáðu því, hér eru allir sjálfviljugir í Sovétríkjunum, af því að stjórnarskráin tryggir mönnum rétt til þess að yfirgefa Sovétríkin ef þeir vilja. En svo kom náttúrulega raunveruleikinn í ljós þegar að einhver Sovétlýðveldi lýstu yfir áhuga á að virka það ákvæði. Og við heyrðum í Þórunni Sveinbjarnardóttur, forseta Alþingis í dag. Hún þvertekur fyrir að stjórnarandstaðan sé með málþóf. Umræðum hana hófst í gærkvöldi og hún mun taka nokkuð tíma. Þannig að þess vegna erum við hér saman komin á laugardegi. Þetta önnur umræða og hún þarf að taka tíma. Það alveg ljóst að það eru skiptar skoðanir á málinu og þær þurfa að koma fram hér í þingsal. Þannig að það allt eðlilegt við það hvernig þetta fer fram. Starfsáætlun Alþingis var felld úr gildi í gær og þingi lýkur því ekki 13. júní eins og til stóð. Við munum þurfa að bæta við dögum, vitum ekki á þessari stundu hversu mörgum, en það bíða þó nokkuð mál afgreiðslu og hér hefur gengið vel að afgreiða mál úr nefndum. Það gekk líka vel að fá mál frá ríkisstjórninni, þannig ég er vongóð að við getum hér með því að starfa aðeins lengur. Við vitum ekki hversu lengi núna að þá getum við afgreitt mörg mál á þessu þingi. Hvernig hljóði í fólki? Er fólk óþreyjufullt að ljúka sig af eða hvernig stemmingin? Nei, mér finnst almennt þingmenn gera sig grein fyrir því að þeir þurfa að mæta í vinnuna til að ræða málin og þeir gera það og það enginn að kvarta við mig. En einmitt það þarf að semja þinglok og ljóst að það verður ekki á föstudaginn eins og alltaf var. Hvernig ganga samningaviðræður? Þingflokksformenn ræða málin og munu á endanum semja þinglok. Þær eru í rauninni ekki hafnar þó að fólk sé farið að tala saman en ég geri bara ráð fyrir því að þegar við metum það svo að það þurfa að semja þá verði samið. Já, þingmenn kvarta ekki, segir forseti Alþingis, en Ingibjörg Sara, nú fínasta veður að minnsta kosti hérna í borginni. Þingmenn hljóta vera orðnir spenntir að komast í sumarfrí. Jú, eins og við öll bara á þessum tíma árs, en þingmennin sem við heyrðum í dag það var léttið lundin og við skulum aðeins sjá hvað þeir sagði í dag. Það bara mjög gaman í vinnunni og ég sé nú fjallan það opinberlega að við þingmenn erum að fá ríflegri launahækkun en fólk á almennum markaði, þannig að mér rennur blóðið til skyldunar frekar nokkur sinni fyrr að vinna fyrir kaupinu mínu og það sannlega það sem við erum að gera hérna og ég elska að vera hérna. En það var náttúrulega mikil ferðahelgi, fyrsta ferðahelgi ársins. Ætlaði þú að gera eitthvað annað? Nei, ég ætlaði nú kannski bara að hitta börnin mín og leika við þau og eiga svona góðan helgardag með þeim. En annars nei, ég var svona sem undirbúin fyrir það getur allt gerst í júní í þinginu. Já, það auðvitað eðlilegt svona í aðdraganda þingloka, hvenær svo sem þau verða, en það hefur nú verið hér svona langar hríð að verkstjórn og forgangsröðun ríkisstjórnarinnar mjög ábóndavant, þannig að þetta kemur ekki óvart. Þetta svona fyrsta ferðahelgin alltaf talað um. Jú. Hvað ætlaði þú að gera eitthvað annað? Ég var að hugsa að vera á fjöllum, kannski í svona 1500 til 2000 metra hæð, en ég aðeins niðar. Við förum í annað. Minnst 3 voru drepnir og yfir 20 særðust í loftárásum Rússa á Kharkiv í Úkraínu í nótt. 14 ára stúlka og barn undir 1 árs aldri eru á meðal hinna særðu. Borgaryfirvöld segja að Rússar hafi sendt 48 dróna og skotið eldflaugum og flugskeytum á íbúabyggð. Þetta ein stærsta loftárás á þessa næststærstu borg Úkraínu frá innrás Rússa fyrir 3 árum. 18 blokkir og 13 hús
urðu fyrir árásum. Og þessu tengt því áætlun að stórauka útgjöld til varnar- og öryggismála upp í 5% af þjóðarframleiðslu verður nánast örugglega samþykkt á leiðtogafundi NATO í Hollandi eftir hálfan mánuð. Fyrri yfirlýsingar ógn frá Rússlandi og stuðning við Úkraínu verða að líkindum tónaðar niður eða þeim alfarið sleppt. Í sameiginlegu skjali leiðtoga NATO-ríkjanna eftir fund þeirra í Washington í fyrra voru afdráttarlaus orð Rússland. Allsherjar innrás Rússa hefur bundið enda á frið og stöðuleika. Rússland áfram helsta ógnin við öryggi aðildarríkja NATO. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, tók þátt í þessum fundi í fyrra og í yfirlýsingu leiðtogana var sérstakur kafli loforð langtímastuðning NATO-ríkjanna við Úkraínu. Nú hálfur mánuður í næsta leiðtogafund sem verður í Haag í Hollandi dagana 24. og 25. júní og þessa dagana talið ólíklegt að svona setningar verði í yfirlýsingunni sem til stendur að birta eftir fundin. Zelensky hefur reyndar verið boðið að koma til Haag en það ekki ljóst hvaða sneið verður á þátttöku hans. Hvort forsetinn sitji sjálfan leiðtogafundinn, taki þátt í óformlegum kvöldverði leiðtogana eða eigi tvíhliða fundi á staðnum. Það sem sagt í þessum yfirlýsingum skiptir máli, en einnig það sem ekki sagt og það endurspeglar það sem hægt að ná samkomulagi milli 32 leiðtoga aðildarríkjanna. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, mætir á fundinn í Hollandi, það staðfesti Hvíta húsið fyrir nokkrum dögum. Krafan aukin útgjöld aðildarríkjanna til varnar- og öryggismála, 5% af þjóðarframleiðslu komin frá honum. En málamiðlunin að ríkin leggi 3,5% í bein útgjöld til hernaðarmála og 1,5% í uppbyggingu innviða, eins og framkvæmdastjóri NATO Mark Rutte útskýrði á blaðamannafundi hér í höfuðstöðunum fyrir nokkrum dögum. Agreeing on what we need was a vital first step. To deliver on these needs, allies will need to invest much more in defense. And that is now the work ahead of us for The Hague. To agree a new defense investment plan that will ensure we have enough resources to be able to deter and defend in this more dangerous world. Búist við að leiðtogayfirlýsingin eftir fundin í Hollandi snúist fyrst og fremst þetta. Það fari minna fyrir afdráttarlausum orðum Rússland og hvað þá mögulega aðild Úkraínu að NATO. Sendiherrar aðildarríkja NATO koma saman miðja næstu viku hér í Brussel til að ræða drögin að þessari yfirlýsingu. Brátt verður leikið á nýjan flygil í tónlistarhúsinu Salnum í Kópavogi. Vel var vandað til valsins því Víkingur Heiðar Ólafsson, píanóleikari, fór til Hamborgar ásamt fulltrúum salarins og píanóstilli. Verksmiðja Steinway var sótt heim og Víkingur prófaði þar 30 flygla þar til sá rétti fannst. Nýja flygilsins að vænta á næstu vikum og hann verður vígður með viðhöfn. Þú vilt fá flygil sem litríkur og helst viljugur, eins og hestur. Og þú vilt fá flygil sem hefur svona jafnan tón og blæbrigði yfir allt tónsviði. Svo viltu bara fá flygil sem þér þykir vænt strax og þú veist að þeim getur þótt vænt alltaf meira og meira eftir því sem spila meira. Grasafræðingar gengu óvænt fram á gömul einitré í Hraunbreiðu norðan við Mývatn í fyrra. Elstu lifandi plönturnar reyndust og yfir 500 ára gamlar. Ég var bara á leiðinni að skoða mosa þegar ég bara sá þetta plöntur á hrauni hérna og ég sagði já, þetta eitthvað einstaklega, ég hef aldrei séð svona plöntur áttur. Þótt gróðursælt sé ef til vill ekki það fyrsta sem kemur upp í hugan þegar litið yfir hrauni þakið landið norðan við Mývatn, hefur lífseigur einiviður dafnað þar aldir. Göngum við í kringum Einiberjarunn lag sem við höfum flest sungið einhver jólaböllin en hérna höfum við þennan umtalaða Einiberjarunna eða Eini. En ég held að sé allt í lagi að láta það eiga sig að dansa í kringum þennan því að hann 500 ára gamall. Rannsakendur tóku sýni úr stofnum runnana og aldursgreindu með því að skoða árhringi þeirra undir smásjá. Í ljós koma að trén eru og yfir 500 ára. Hér eru líka velvarðveitir leifar af dauðum einiplöntum sem ná aftur til ársins að minnstakosti 1159. Þannig að við gátum lesið í árhringi þeirra og dregið upp loftslagssögu þetta svæði sem spannar yfir 8 aldir. Árhringirnir segja til hver vaxtarskilyrðin hafa verið hvert ár. Eftir því sem bilið milli ára lengra því betri hafa skilyrðin verið. Þannig að til að setja þetta í samhengi, þetta við að tala eini sem byrjaði að vaxa
þegar sem sagt klausturlíf á Íslandi blómstrandi. Það voru þessar biskupar á Hólum og í Skálholti. Það vaxa einhver ber á þessu þegar vel verið eða eitthvað? Já, það er hægt að finna, kannski ekki á þessu einstaklingi, en það er alveg hægt að finna hér ber, sko. Erum við ekki að smakka eitt? Það er örugglega ekkert mjög gamalt. Og meira af gróðri því hitamet í maí og kuldakast í byrjun júní hefur sett strik í reikningin í slætti og plöntun sumarblóma. Vinnuflokkar Reykjavíkurborgar eru komnir á fullt og stefnt að því að borgin skarti sínu fegursta fyrir 17. júní. Það hefur borið við að fólki finnist heldur seint farið af staði við fegrun borgarlandsins en allt á sér þetta eðlilegar skýringar. Góða veðrið í maí olli því að gróður tók miklu fyrr við sér og óx hraðar en vant er á þessum árstíma. Sláttur hófst hins vegar samkvæmt áætlun. Þetta er bara ósköp eðlilegt eftir góðviðriskaflann og það er náttúrulega að byrja að vaxa fyrr heldur en við gerðum ráð fyrir og venjan er og við byrjum sláttinn svona cirka á sama tíma og alltaf. Þá hefur grasið kannski bara orðið aðeins hærra en við byrjuðum að slá kringum 20. maí og verkefni gengur bara ágætlega. Kuldakastið síðustu daga hefur valdið því að garðyrkjufræðingar borgarinnar hafa haldið að sér höndum og seinkað því að setja niður sumarblómin til að koma í veg fyrir tjón. En nú þegar veðrið hefur heldur skánað hafa vinnuflokkar borgarinnar tekið við sér og á fullu við að snyrta og fegra garða, hringtorg og umferðareyjur. Yfirleitt við reynum að klára alla útplöntun svona í byrjun júní og það verði allt orðið frábærlega fallegt og flott fyrir 17. júní. Það er alltaf markmið og það á alveg að nást núna eins og alltaf. Ungir rithöfundar og söngvasmiðir, barnabókahöfundar og sjónvarpsstjörnur verða heiðraðar í kvöld á sögum verðlaunahátíð barnanna. Ari Páll Karlsson er í Borgarleikhúsinu þar sem að hátíðin er að bresta á. Ari, er fólk farið að streyma inn í sal? Herðu, fólk tekið að streyma inn í forsal Borgarleikhússins, hér þar sem sögur verðlaunahátíð barna fer fram. Ég sá meðal annars Benedikt Búálf, þannig að það má segja að það séu alls konar verur hér á kreiki í kvöld. En til þess að segja mig betur frá þessu eru hér kynnar kvöldsins, Sandra og Ágúst. Hvað erum við að fara að sjá hér í kvöld? Við erum að fara að sjá frábæra verðlaunahátíð sem er gerð af börnum fyrir börn. Það verða skemmtiatriði, tónlistaratriði, lög sem voru einmitt samin af börnum sem við fengu að velja sitt tónlistarfólk til þess að frumflytja sín lög, þannig að þetta verður mjög skemmtilegt. Einmitt, og þetta er verðlaunahátíð barna, þannig að eru krakkar að velja sigurvegarana? Já, þau eru þau einu sem hafa atkvæðarétt í þessum kosningum. Og tilnefningarna líka? Heldur betur. Já, þau fengu að kjósa eftirfændu flokkar sem er verið að veita verðlaun í kvöld og þetta er svona uppskjöruhátíð barna. Nefnilega. Þetta er ansið stórt. Já, þetta er mjög stórt fyrir þetta verður geggjað. Ég er svo spennt. Heyrðu, en eru þið einu kynnar kvöldsins? Nei, við bjöggum til litlar útgáfur á okkur. Heyrðu, hvað er í gangi hérna? Heyrðu, hæ krakkar. Hvað eru þið að fara að gera í kvöld? Við erum meðal annars að fara að kynna. Svo erum við líka að fara að dansa atriði. Bara allir pakki. Og þið eru með tilnefningar? Já, ég er með tilnefningar. Ertu með margar tilnefningar? Já, 4. Bara 4? Já. Ok, það er nú alls mikið. Í hverju ertu tilnefnd? Barna- og unglingaefni ársins, leiksýning ársins, leikari ársins og sjónvarpsstjarna ársins. Sjónvarpsstjarna ársins? Já. Fyrir hvað? Fyrir stundin okkar. Og þið tvær eru... Við erum að keppa á móti bara þið eru báðar tilnefndar. Þarna eru ykkur rífur milli ykkar? Nei, er það annokkuð? Nei. Bara, ok, ef við ekki bara segja, ef við vinnum, þá verðum við samt ennþá vinkonur, ef einhver okkar vinnur. Já. Ok, mjög gott. Herru, frábært. Til þess að sjá hvort Sóllilja eða hvor ykkar vinnur, er hægt að horfa á sögur verðlaunahátíð barna sem hefst hér strax að loknum fréttum. Yfir til ykkar aftur. Takk kærlega fyrir það, Ari Páll Karlsson. Úr Borgarleikhúsinu þá skulum við kíkja á veðurspána. Það dregur úr vindi og úrkomu norðaustalands í kvöld og nótt. Fremur hæg norðlæg eða breytileg og á morgun
Lítilsháttar væta á Norðurlandi en framan af verður bjart og þurrt á sunnanverðu landinu. Seinni partinn má þó búast við stöku skúrum á þeim slóðum, einkum inn til landsins. Áfram verður fremur svalt en þó ekki svo slæmt þar sem sólar nýtur við sunnanheiða. Við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Spennan í toppbaráttu bestu deildar kvenna í fótbolta mikil. Þróttur þar enn á toppnum. Hengils hlaupinu lauk í Hveragerði í dag. Þar hlaupu keppendur frá 10 og upp í 100 km. Úrslit réðust í einliðaleik kvenna og opna franska meistaramótinu í tennis. Og við komum við á alþjóðlegu sundknattleiksmóti í Laugardal. Sjáum mörkin úr sigri Íslands á Skotlandi í fótbolta í gærkvöld og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Íþróttir hérna rétt handa á hornið en núna skulum við ljúka þessum fréttatíma með því að rifja upp helstu atriði hans. Sveitarstjóri Bláskógabyggðar segir öryggi á ferðamannastöðum óásættanlegt og hefur óskað eftir fundi með lögreglu. Erlendur ferðamaður lést eftir fall í Brúará í gær. Viðbúið að bæta þurfi við fundardögum fyrir þinglok, segir forseti Alþingis, sem felldi starfsáætlun þingsins úr gildi í gær. 6 klukkutíma þingfundi lauk síðdegis, þar sem bókun 35 var það eina sem var rætt. Búist við að leiðtogar NATO-ríkjanna fallist á að stórauka útgjöld til varnar- og öryggismála á næstu vikum. Líklegt að afstaða til Rússlands og Úkraínu verði ágreiningsmál. Og elsta planta á Íslandi 500 ára gamalt einitré. Það hóf lífslaup sitt í tíð Hóla- og Skálholtsbiskupa og hefur dafnað síðan í hrjóstugri hraunbreiðu. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúv.is uppfærður með nýjustu fréttum allan sólarhringinn. En við kveðjum að sinni, verið sæl. Á RÚV í kvöld. Sögur, verðlaunahátíð barnanna. Skemmtilegasta verðlaunahátíð landsins í beinni útsendingu frá Borgarleikhúsinu. Þar verðlauna börn það sem vel var gert í barnamenningu á Íslandi á söguárinu sem að líða. Glerlandið, landið af glas. Dönsk ævintýramynd fyrir alla fjölskylduna frá 2018. Jas 13 ára drengur sem býr einn með föður sínum. Dag einn þegar Jas einn heima finnur hann dularfulla unga stúlku og gamla konu í hlöðunni við bæ þeirra feðga. Hann kemst að því að þeir eru álfar á flótta og ákveður að hjálpa þeim. Parísardaman mín, My Old Lady. Bandaríkjamanni sem erfir íbúð í París bregður í brún þegar hann kemst að því að hann má ekki rifta leigusamningi við mæðgur sem búa í íbúðinni.